Staðan er 7-0 í lok annars leikhluta. Hvernig er þetta að ganga hjá okkur? Með markatöluna frekar illa sko. En svo strax við fáum eitthvað momentum þá dæmir markmaðurinn markið af. Þar var eitthvað sem gæti breytt leiknum sko. Það var dómur sem hefði getað bara þetta gjörbreytti leiknum hjá okkur sko. Við erum búin að liggja í vörn síðan. Eiginlega ekkert komast út í sónun okkar. Það einhvern veginn momentumið hefur allt eiginlega dafnað niður síðan þá sko. Við vorum aðeins að koma okkur á okkar rólana en svo dóða bara. En þetta er ekki búið. Hvað stendur til að gera í þriðja leikhlutanum? Nú er bara held ég að eina sem virkir að fara í sókn sko. Að þá held ég að við droppum bara niður í 3 varnarmenn og fáum fleiri sóknir og reynum að breykka eins víkka sókninu okkar sko. Það er eiginlega ekkert annað í stöðunni. Bara passa upp að fá ekki fleiri mörk á okkur eiginlega líka. Það er margt sem þarf að breyta sko. Það er ekkert bara það eina. En hvað getur sagt með liðið yfirleitt? Ertu sáttur við liðskipan? Sko við erum ekki búin að fá útlendinga að utan. Það er eitthvað sem er ennþá í sigtinu hjá okkur. Við fengum hérna Patrik sem var hjá ESU senastu 2 tímabil. Svo Mílos sem náttúrulega býr bara á Íslandi. Þannig að við erum eiginlega bara íslenskt lið, húð og hár. Og með mjög unga stráka. Meðalaldurinn hjá okkur sé 21 árs. Meðan meðalaldurinn hjá öllum hinu liðunum er 24-25. Og þú veist, ég er 23 ára og ég er einn á aldursforsetunum. Þannig að það segir líka svolítið liðið sko. Þannig að þú ert bara sáttur við þetta eins og þetta er? Nei, ég er alls ekki sáttur sko. Alls ekki halda það sko. En þetta er alltaf, við erum að mjakast áfram. Við erum alltaf að bæta okkur viku eftir viku og það er það sem skiptir máli. Jæja Andri, það er 9-0. 9-0, helviti vel spila á okkar hálfu. Heppni líka á okkar hálfu með Ómar bjarga okkur í nokkur skipti virkilega vel og leiði þeim eða bannaði þeim að komast inn í leikinn. Þannig að það datt allt með okkur í dag og ekkert með þeim í raun og veru. Þannig að þetta var bara svolítið okkar dagur. Og þú með trennu, ánægð með það? Mjög ánægður. Það gerist ekki oft og mun örugglega ekki gerast aftur. En við vonum það besta bara. En hvernig fannst þér leikurinn vera að spilast? Úrslitin eru náttúrulega alveg ljós en er munurinn svona mikill á liðunum? Nei, alls ekki. Addi hefur átt betri daga, var virkilega óheppinn með pekkina sem hann fekk á sig. Og við akkurat í hina áttina, öll okkar skot voru nokkuð hnitmið og erfið fyrir hann. Það lítið fyrir hann að gera þegar hann er ekki með neina fyrir fram að sig. Þannig að allt yfir áttu þeir bara slæman dag og við góðan. Og nú er þið komið með nýjan þjálfara, ekki nýjan leikmann. Hvernig nýju þjálfarinn að standa sig? Hann er að reynast okkur heldur vel. Það er alltaf gaman að breyta þess til og svona rífa hópina þess upp úr að gera nýtt úr þessu. Að fara úr gömlu hefðunum og yfir í eitthvað nýtt. Þannig að það er bara gaman og er að virka. Og eigum við vona á spennandi tímabili í vetur? Ég vona það. Að við reynum okkar besta allavega.